Alma Möller, heilbrigðisráðherra. Heilbrigðismálin eru á réttri leið virkilega hér á Suðurnesjum hefur maður orðið var við, en eitt af stóru málunum er ný heilsugæsla inni í Njarðvík sem hefur verið í umræðunni og rúmlega það, hvernig er staðan á þeim málum? Já, það fór í gang þarfagreining fyrir það bil 2 árum og síðan einhvern veginn lognaðist það mál út af og ég var jú ekki í þessu starfi þá, þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvernig í þeim málum liggur, en eins og þú segir þá horfa mál öll til betri vegar hérna á Suðurnesjum og ég átti nýverið fund og heimsókn á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og hef í dag líka rætt hér við sveitarstjórnarfólk, þannig að ég hef lagt til að þau ræði mál saman og ég veit að það stendur til að fundum það í næstu viku og jável fari yfir forsendur og þarfagreiningu og hvort ástæða sé til að hugsa málinu upp á nýtt, en að því loknu senda okkur í heilbrigðisráðuneyti erindi, þannig að málin er að hreyfast. Það er ljóst að það hefur orðið bylting í heilbrigðismálum á undanförnum síðustu 2 árum með opnun einkarekinnar heilsugæslustöðvar í Reykjanesbæ og eflingu heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Já, það var mjög ánægjulegt að koma í heimsókn á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í fyrradag og eiga fund með forstjóra og starfsfólki þar og ganga húsnæði. Það hefur orðið gjörbreyting til batnaðar á húsnæðinu og líka þjónustunni, þannig að ég er gríðarlega ánægð því að ég var hér í mínu fyrra starfi mjög oft á Suðurnesjum og mál horfa svo sannarlega til betri vegar. Það er líka verið að færa út heilsugæslu frá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í þessu heilsugæslu sel bæði í Suðurnesjabæ og Vogum og ég heyri bara ánægju íbúa með þessa þróun. Er eitthvað líkur því að þetta góða, þessi betri staða tefji næstu heilsugæslu? Sko það þarf bara auðvitað að fara fram þarfagreining og skoða hversu mikið liggur á því að auðvitað verður að forgangsraða öllum fjármunum, þannig að það er auðvitað mikilvægt bara kannski fara ekki af stað nema þörfin sé til staðar, en auðvitað er brýnt að skoða mál til lengri tíma.